Hér með svona típiskan fleyg, en á fleyg eru tveir sléttir fletir sem mætast í kausuhorni sem nefnist egg. Eggið er alveg flugbeitt. Þetta hérna partur, sem klífur þetta. Ef ég myndi nota bara þetta, þá myndi bara ekki neitt gerast. Ég ætla ekki að nota þetta til að sýna ykkur hvernig fleygur virkar. Og nota þessi tvö sporjárn. Annað sporjárnið er með miklu hvössu eggi á. Þetta hérna er bara ekkert hvasst. Ég ætla að nota 12 högg til að sýna ykkur hver verður munurinn þegar ég rygg í spýtuna. Hér er það komið. Ég náði svona miklum bút úr þessum 12 höggum. Og nú ætla ég að sýna með þessu. Núna þarf ég alveg mjög líklegt að nota sem mestan inntakskraft til að ná sem mestum skilakrafti til að ná einhverjum bútið fram. Ég náði lengur ekki í neinu. Hér sést, þetta hérna var ég sem ég skar núna. Þetta hérna var ég sem ég skar með rauðasporjárninu. En þannig að fleygur er notaður til að kljúfa og ég ætla að sýna ykkur hvernig það er gert. Ég er með gula til að gera það því það er núna hvassara. Hér sést að það er alveg komin smá sprunga í viðinn. En þessi viður er víst bara helvítið harður og ég næði því miður ekki af nema ég Gíðri veit ég hvar, en vill það hérna. Svona náði ég fram part úr spýtunni sem ég notaði fleyginn til að taka fram. Ef ég hefði notað þetta, hefði ég ekki náð neinu. Jú, ég hefði alveg náð einhverju, en ekki eins miklu. Ég hefði þurft að nota sem mestan inntakskraft til að ná sem mestum skilakrafti í þessu. En ég þurfti bara svona sæmilega mikinn inntakskraft til að ná sem mestum skilakrafti. Takk fyrir mig.